Komið þið sæl. Í dag er búin að vera suðaustlæg átt hjá okkur, líkt og marga af síðustu dögum. En það er búið að vera skúrakennt veður sunnanvert landið. Við sjáum það nokkuð vel hér á þessari gervitunglamynd. Það hefur einnig verið að falla skúrir á Austfjörðum en tæplega 18 millimetrar á Seyðisfirði. En hlýjast var tæplega 10 stiga hiti á Siglufirði eða 9,6 og kaldast í nótt það var 4,5 stiga frost á Sauðárkróksflugvelli. En ef við skoðum hvað það er sem er að stjórna veðrinu hjá okkur, sjáum við hér þessa vætu sunnan- og austanlands í dag. Síðan bætir í úrkomuna suðvestanlands í nótt en síðan fer það á bak og brott og léttir til. En síðan á miðvikudaginn þá kemur hér úrkoma úr austri og það þéttast þrýstilínur. Við sjáum það alveg þó nokkuð hvasst hér með suðurströndinni en á hitasvæðinu þá sjáum við hér þetta kalda loft sem kemur frá Skandinavíu, kemur yfir landið hér á morgun og staldrar nú stutt við því á miðvikudaginn þá er aðeins hlýrra loft að fara að koma í staðinn en hitinn á morgun verður svona upp frostmark seinnipartinn. Hér sjáum við síðan þetta úrkomu bakka yfir suðvestanvert landið núna í kvöld og nótt. Á morgun þá er þetta austlæg átt hjá okkur, frekar svona úrkomu lítið eins og sjáum á. Þetta eru svona 5 til 13 metrar á sekúndu en hér með suðurströndinni þá er þetta 13 til 18 og það er svona helst vona úrkomu þar. Þetta eru skúrir í þessu, víða bjart annars staðar eins og sjáum á, þá sérstaklega hér fyrir norðan og vestan til. En hitatölunar svona seinnipartinn á morgun verða frostmark og síðan þegar við horfum hér fram á annað kvöld þá er hér éljabakki sem kemur inn á austanvert landið þegar líður á kvöldið og nóttina og síðan hér aðeins inn á suðaustanvert landið á miðvikudaginn. Élin halda einnig áfram hér fyrir norðan á miðvikudaginn en við sjáum að það er að snúast í svona norðaustan 10 til 18 metrar á sekúndu á landinu en einna hvassast hér með suðausturströndinni, jafnvel að það slá í storm þar og þá eru þetta þessir helstu staðir hér í Öræfum og undir Eyjafjöllum, jafnvel að það gæti orðið þó nokkuð hvasst í Vestmannaeyjum. En það er ekki mikil úrkoma í þessu, það er nokkuð öflugur úrkomubakki sem er suður á landinu, ekki útlit fyrir að ná neitt almennilega inn á land en það þarf nú ekki mikið að breytast til að það gerist. Sjáum hér, það er þurrt jafnvel bjart hér suðvestan til en samt hvass vindur þar. En síðan þegar við horfum fram á fimmtudag þá er að snúast yfir í austlæga átt og úrhellisrigning hér á suðaustan og austanverðu landinu. Það hlýnar einnig á landinu þannig úrkoman er að mestu að falla sem rigning. Sjáum hér einnig fyrir norðan svona úrkomu minnst á Vesturlandi þó sé nú alveg útlit fyrir að það falli eitthvað þar. Fyrri hluta dagsins gæti alveg orðið þó nokkuð hvasst á Vestfjörðum, jafnvel að slá í storm, það er að gera fylgjast aðeins með því en þegar líður á daginn er að snúast í austlæga átt hjá okkur svona 10 til 15 metra á sekúndu þegar líður á daginn og síðan á föstudaginn þá er áframhaldandi austlæg átt, það dregur ekki mjög mikið úr vindi en úrkoman heldur áfram hér á Austfirði og suðaustanvert landið en að mestu þurrt hér suðvestan til en við sjáum hér aðeins smávegis úrkomu möguleika á Reykjanesi. Bara fylgjumst aðeins með því og hitatölunar eru svona frá 2-3 stigum upp í 7-8 stig. En hjá okkur á morgun, það er austlæg átt í kortunum, 5 til 13 metrar á sekúndu en alveg upp undir 18 með suðurströndinni, víða bjart fyrir norðan og vestan, stöku skúr landið suðaustanvert en síðan útlit fyrir éljagang seint annað kvöld á austanverðu landinu. Það fer kólnandi hjá okkur en hlýnar síðan eftir nokkra daga. Segjum þetta gott í bili, verið sæl.